Hreinsun og þvottur á húsum áður málaðir. Ég ætla að fara aðeins yfir það og líka hreinsun þegar að búið að mála, en ég kem að því á eftir. Það er oft sagt að undirvinnan skipti öllu máli og það er alveg með réttu. Vegna þess að því betri sem undirvinnan er, því lengur endist það sem þú ert að gera. Þess vegna er mjög nauðsynlegt að hreinsa. Það myndast alltaf sótu, selta, fuglaskítur og bara önnur ryk og óhreinindi á húsin. Þannig að það er mjög nauðsynlegt til þess að málningin fái góða viðlóðun og hafi engar skít undir sér að hreinsa vel og vandlega. Þetta efni hér notum við áður en málaðir. Þetta er sterkt hreinsiefni, jöt frá jötun sem heitir Kraftvask, er blandað 1:20 í vatni. Þetta er sett í úðabrúsa, til dæmis eins og þennan hérna, lágþrýstisprautu, úðað á flötinn, látið standa í svona 5 til 7 mínútur og síðan er þetta skolað af annarkvort með kraftmikilli garðslöngu eða þá hreinlega með svona háþrýstið þvottstæki sem að margir eiga sem er nota á bílinn og fleira. Þetta eins og ég segi skiptir öllu máli. Málningin endist töluvert lengur þegar að vel er hugað að þessu. Með þvotti þá getum við örugglega sagt 2 til 3 ár allavega. Nú ég nefndi eftir málun líka. Þannig er nefnilega að það er sérstakt hreinsiefni, jötun húsvask, sem að notað er bara eins og á bílinn. Þannig að þegar að búið er að mála næsta vor, þá blandar maður þessu 1:20 líka eins og hitt efnið, lætur þetta standa í 5 til 7 mínútur og síðan bara skóla maður af með slöngunni. Þetta kemur í veg fyrir að selta á annað setjist og festist varanlega á húsinu. Þannig að með þvotti árlega og jafnvel 2 ári að þá helduru og lengir líftíma málingarinnar. Mér langar einnig að segja ykkur frá hérna þessu efni sem heitir jötunsoppu elgidrepir. Þetta er reyndar svona á íslensku örverueyðir því að það er farið að myndast á mörgum stöðum í dag. Gróður á hús, sumarbústaði og fleira og þetta efni svona hjálpar til að það myndist síður. Þannig að maður blandar þessu 1:10, úðar þessu á áður en málaðir, lætur það þorna og síðan mála maður 2 umferðir með málingu yfir og þetta efni gengur í gegnum málninguna og heldur sem sagt gróður og annað frá. Það sem er mjög nauðsynlegt varðandi þetta er að það má ekki vera sól eða mikil hiti því að efni þarf að liggja blautt á fletunum. Þannig að það er langbest að gera þetta í raka eða svona raining days eða þá þegar að er svona frekar svona ekki sólríki dagar. Ef ykkur vantar fleiri upplýsingar þá er á husa.is heimasíðun okkar miklu fleiri upplýsingar þetta og einnig náttúrulega starfsfólki bara í næstu verslun endilega kíkið þangað og ræðið við þar.